Ég vil nota tækifærið og hnykkja því að innstæðu eigendur hér í bönkunum á Íslandi þurfa ekkert að óttast sinn hag. Það vantar bara Mugabe hérna í staðinn fyrir Geir eða setja bara hormótt á Geir og þá er þetta komið. Eina sem maður veit það á mánudeginum þá bara kemur sjónvarp, skjár með svörtum bakgrunni, hvítum stöðum eins og jarðarfaratilkynning, ávarp á íslensku þjóðina. Þetta bara allt farið í steik. Eitt fjall þá hafði það svo víðtæk áhrif. Menn lifðu hátt. Ríkisstjórnin var ekki með beinar upplýsingar lánastarfsemi bankanna. Þeir voru fílstjarfir og því fór sem fór. Góðir Íslendingar, ég hef óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessari stundu nú þegar miklir erfiðleikar steðja að íslensku þjóðinni. Ég hvet ykkur öll til að standa vörð það sem mestu máli skiptir í lífi hvers einasta manns. Ég náttúrulega bara óskaplega Íslendingur sem skulda heilmikið. Alveg sama hvað fólk við erum að passa, hvort þetta sé fólk sem allir elska, allir hata, og okkur ber skylda að passa. Ég hef aldrei hugsað peninga að ég er búin að fást við svo stórar tölur í svo langan tíma að þá verður þetta líka bara tölur á blaði, skilur. Táknmyndir. Við keyptum svo 1000 fókalt, 96, þannig að það er búið að taka 10 og koma þess í þetta horf og nú verður það. Þeir eru bara góðið landi þessi peninga. Það er ekkert eftir þessu. Það veit ekki neitt, maður ekki sagt neitt. En svo stendur þá ég algjörlega tekjulaus. Þannig maður redda sig með því að fara í ruslagámanu, sko. Ég er ekki búin að borga af íbúðinni í 4 mánuði þegar við saman það. Þetta er alveg nýtt við það fyrir mig. Jóhanna, hvernig leggst það í því að koma svona bakdyra megin? Það er ekki nógu gott að við þurfum að koma aðaldyra megin og við komumst bara ekki að fara inn. Þessi opni ekki svo hug. Ekki opna. Og höfum það algjörlega á hreinu, Geir, að enginn er að persónu gera vanda. Þetta er faglegt mat sem byggir á mannlegum gjörðum en ekki manngerðum.